Þú ert að hlusta á orðskviðina úr Biblíunni heilagri ritningu. Lesari er Þóra Karítas Árnadóttir. Orðskviðirnir eru hluti af Gamla testamentinu. Biblíuþýðingin sem lesin kom fyrst út á prenti árið 2007. Orðskviðirnir, fyrsti kafli. Orðskviðir Salómons Davíðssonar, konungs í Ísrael. Til þess að menn nemi visku og leiðsögn og læri að meta orð skynseminnar. Til þess að menn hljóti viturlega leiðsögn, réttsýni, sanngirni og heiðarleika. Til þess að þeir verði óreyndum til ráðgjafar og veiti úlingum þekkingu og forsjálni. Hinn vitri hlýðir á og eykur lærdóm sinn og hinn hygni þykkur hollráð til þess að menn skilji orðskviði og líkingar, orðspekingana og gátur þeirra. Að óttast drottinn upphaf þekkingar. Afglöpum einum í nöp við visku og tilsögn. Hlýddu, sonur minn, á áminningar föður þíns og hafnaði ekki viðvörun móður þinnar. Þær eru yndislegur sveigur á höfði þér og men háls þinn. Sonur minn, þegar skálkar ginna þig, gengdu þeim þá ekki. Þegar þeir segja, kom með oss, leggjumst í launsátur til manndrápa, sitjum án tilefnis saklausa menn, gleipum þá lifandi eins og hel, með húð og hári eins og þá sem eru horfnir til dánarheima. Allskins dýrgripi eignumst vér og fyllum hús vor ránsfeng. Þú skal taka jafnan hlut með oss. Eitt sjóð skulum vér allir hafa. Sonu minn, gaktu ekki á vegi þeirra. Haltu fæti þínum frá slóð þeirra. Fætur þeirra eru skjótir til ills og fljótir eru þeir til að úthella blóði. Til einskis þenja menn út netið í augsýn allra fleira fugla. Slíkir menn sitja eigið líf og liggja í launsátri fyrir sjálfum sér. Þannig fer öllum þeim sem fíknir eru í rangfengin gróða. Fíknin verður þeim að falli. Spekinn kallar hátt á strætunum og lætur rödd sína gjalla á torgunum. Hún hrópar á glaummiklum gatnamótum, við borgarhliðin hefur hún upp rödd sína. Hve lengi ætli þér, fávísu menn, að elska fávísina og hinir háðgjörnu að hafa yndi af háði og heimskingjar að amast við þekkingu. Látið skipast við... Sample complete. Ready to continue?